Já, komið sælir kæru hlustendur og áhorfendur enska boltans í þessa tímamóta útgáfu. Þetta svona fyrsta útgáfan af þessum þætti sem í beinni útsendingu, beinni sjónvarpsútsendingu, þannig að þið getið hlustað og hort á hérna líka. Erum við í beinni? Erum við í beinni. Ok, nice. Og Guðmundur heiti ég, stjórna þessum þætti. Með mér í dag Magnús Haukur Harðarson, Einar Guðnason og Hörður Ágústsson. Það svona smá vikingsþema og live þema hérna í dag. Strákar, velkomnir. Takk fyrir það. Hvernig eru þið í dag? Á þessum ágæta mánudegi, það er svolítið kalt úti, annars bara góður vantarlega, ekki? Skil núna okkur Hörður í þessum þætti því að hann í beinni. Þetta kemur í opnum skjöldu, en hann getur ykkur verið með smink hérna? Nei, Matti Dalma mætti nú hérna flottur á. Hann mætti sminkaður, þetta hlýtur að, ég var lit glæsileg út. Hann lítur alltaf glæsileg út. Mættur heim frá Manchester, búinn að taka litaðan og... Hann fær í ljós í Liverpool eða eitthvað. Þeir eru vantarlega góðir og ferskir og svona. Já, menn þetta stórdagur í minni fjölskyldu, það bolludagur. Já, það rétt. Það hefði nú ekki drepið að vera með bollur hérna fyrir okkur. Það er bara svona, sko, þetta er alveg þannig. Það hefði verið gaman að Bjössi Bolla sjálfur, nafni minn Ólafsson, hann er áttræðar á morgun. Það hefði verið gaman ef hann hefði verið áttræðar í dag. Hefði drepið að koma í búninum? Sko, ef ég veit að vera í beinni, já, það hefði komið. Það sá búningur, hann fer inn á Þjóðminjasafnið bara þegar kallið kemur, sko. Eru þið búin að fá okkur bollu í dag? Þótt ótrúlega Ég fekk mér í gær. Já, í gær. Ég fekk mér í gær. Þetta er orðið náttúrulega bara eitthvað 2 vikna prósess í kringum bollu. Ég fekk mér bollu. Viku síðan bara. Bolluna bara fyrir 2 vikum eða eitthvað. Þú meina, þú drukkaði 1200 kall fyrir stykkið og þið lífið vel bara. Bakarinn gerði alltaf svona hlátur í þessum hér á bakvið í bakarinn. Þannig að já, þetta er, bara góð dagur. Já, nóg það, förum bara í enska boltan. Mér langar bara svona kannski að byrja á þér. Ég veit að þú ert heitur þessa dagana. Ég er aldrei heitur í fótbolta, það hefur aldrei gist að þess. Nei, maður fylgist með þér á Twitter og það er kannski annað mál þar, sko. Já, ég náttúrulega tók það ákvörðun að, fyrir nokkrum mánuðum síðan, aðeins að svona skala mig niður þar. Ég veit að það er að segja... Skala þig niður, já? Já, ég veit að, ekki skrolla fyrir tíman og ég ákvað að einbeita mig bara einum svona föstum skilaboðum, bara með fyrrum þjálfarþáttunum. Ég ákvað í staðinn fyrir að vera gjósa okkur reiði út, sko, þá bara væru mjög skýr skilaboð að senda út aftur og aftur. Það hefur virkað vel og endaði með því að... Já. En hvernig líður þér að segja fyrrum þjálfarþáttunum? Hann Tómas? Já. Hann getur núna snúið sér að því sem hann er góður í, sem er að stunda hryðjuverk. Stunda hryðjuverk, já. Þetta er versti þjálfari sem við höfum haft. Hann hafa nú haft nokkra. Já, ég meina Kristján Gross. Martin Jól. Martin Jól var frábær þjálfari. Já. Martin Jól var hérna eins og Harry Redknapp og svona, það var svona stemming. Logi Ólafs, okkar. En Kristján Gross, það var nú skemmtileg tími. Hann var skemmtilegur gaur, hann alltaf kipti. Nei, var það? Þetta var fyndið, sko, eftir á. Ég hefði verið, 40 og eitthvað ára gamall, þá hafði ég hlegið þessu, en ég var 20 eða eitthvað. En hann Ramos, sem var... Juan de Ramos. Það var ekki að fyndið, því hann var á móti sósum. Og þú náttúrulega veist meira með margir inni að sósur eru stór partur af mínu lífi. Það mátti ekki borða tómatsósu, sko, á æfingasvæðinu en eitt, sko. Tom Huddlestone er ennþá í sálfræðing út af þessu, sko. En nei, þetta er bara virkilega góð tími, en ég meina, ertu að spyrja mér að þú bara viltu fá romsuna eða viltu fá stuttasvari? Hvað er bara með það, Thomas Frank, hvað voru þetta margir mánuðir? 6, 7, 8 mánuðir? Felt like an eternity, sko. Já, tekur hana við síðasta sumar, svona ákveðin kannski spenna fyrir því. Gerði nú ákveðin sluti með Brentford. Já, ég kom hérna og ég var peppaður. Já, og svo fór þetta bara allt einhvern veginn í vaskinn. Þetta fór aldrei einhvern veginn á loft einhvern veginn, sko. Nei, þetta fór á loft þarna, ég var staddur í Danmörku. Þegar við spilum við Paris Saint-Germain í meistarana í Evrópu. Það var ágætisleikur. Svona stærstu lið Evrópu mætast á hverju ári. Og sem sigurvegari í UEFA League þá mætum við PSG og það 2-0. Og ég hugsa með mér þetta er komið. Nú er þið stórtlið. Þannig ég ákvað að fara á Twitter og rosa happy. Það liðu ekki nema svona 8 sekundur frá því að post. Þá kallar bóttir hann bölvuninn, mætta svæðið og við töpum. Og þá svona ok, en þetta var flottur leikur, spiluðu mjög vel og svo vinnum við City og svona ok, þetta er bara, hann er búinn að finna eitthvað lykil, hann er búinn að mæna þetta lið bara með Brentford aðferðinni, finna einhverja lausn á þessu. En þessar frammistöðu síðustu svona 6, 7, 8 umferðirnar, það er eiginlega ótrúlegt að þetta var mótið Newcastle hafi verið eitthvað svona vendipunktur. Það er það sem fyrir töðunar mér. Já, sko, en þessi Thomas Frank, hann er mjög vinsæll á mínum Twitter feed, sko. Ég get ímyndið með það. Það er alveg, ég get alveg skilið það. Silver member. En ég er samt ekki, sko, ég sá nú smá viðtalið við
Hans Postecoglou hérna hjá Já, Gary Neville Og og Carragher og þeim og það sem hann Frábær tímasetning á Já, í rauninni bara gerist ótrúleg. live í viðtalinu, þetta er eins og það hefur skriftað, sko. þá, þú veist, þegar hann að tala einmitt, þú veist, þá leikmenn sem að hann vildi fá eða hann var að skoða fyrir Já, já. félagið og fær svo langi upp í hendurnar og Já, hann þurfti að vanda sig, hann sagði þetta, svo fæ ég Já. svo langi sem ég er mjög Já, já. hann langaði ekki og að fá þrjá unga og eitthvað svona og síðan horfum maður aðeins á sumari hjá Tottenham en síðan kannski er það þú veist, meiðslalisti Tottenham á þessu tímabili er náttúrulega ævintýralegur. Já, það er svo sem ekki nýtt, það er alveg samá í fyrra, bara nákvæmlega eins. Já, en þegar Kulusevski og James Maddison spila nánast ekki neitt, þá er svolítið mikið tekið út úr liðið svo eins og Tottenham. Það sem að fór í töðum við viðtalið hans Postecoglou og ég náttúrulega var komin á hryðjuverkavaktina líka hjá mér undir lokin. Var svo sem ekki eitthvað miður mín að vera rekinn þó hann hafi verið fyrsti titillinn hann í 100.000 ár hjá okkur. Endið í 17. sæti, þannig að... Já, við náttúrulega gátum ekki nærið að falla, það er ekki hægt og nema falla og það sé eitthvað svona hryðjuverkalög sem að leyfi ekki liðin að falla. Það er bara eitthvað náttúruvá sem gerist. En þetta er svolítið svona pólitísku pyrringur með þegar ég er með eitthvað skoðun en ég segja hann ekki núna, ég ætla að segja hann seinna. Þetta er svolítið hendifóna dæmi hjá hann, af því ef hann er með þessu skoðun og hann er svolítið stór kall og hann talar yfirbarkalega, hann er svolítið flottur kall, sko. Ég fílaði svolítið á arrogansin í honum, sko. Svo sagði hann, I don't usually win things in my second year, always, og svona. Svo vinnur hann titil, ég bara, okay, þetta er alveg gæi, en hann segir þetta segir þetta bara upp á. Það er einn gæi sem hefur gert það, einn maður sem hefur gert það upp á, það var Antonio Conte, tók hann ræðu fyrir nokkrum árum og ég var alveg harður. Ég er ennþá harður Conte maður, sko. Hvað skeði fyrir Conte eftir það? Bara sama, hann alltaf bara, þetta var svo mikið áfall þegar hann að fara í Tottenham að menn ná sér þessi líka. En er þetta ekki líka? Ég meni, ég svona sem búin að tala þetta núna síðustu viku var með það, Tottenham, að skilgjörna Tottenham sem topp 6 klúb eða toppklúb er ekki til. Nei, bara eftir Pochettino þá bara fjall það. Ekkert eftir hann. Hvenær hafa þið verið það samt áður? Þeir re-establishuðu sig fast með þar, það var alveg komið bara 6 ári röð sem voru í Champions League. En það var bara eins og Pochettino, það er kannski punktur sem langar að koma að þegar hann tekur viðtalan 2019, þá var nýju völlurinn að koma. Allir bara, þetta er mest spennandi tími í sögu mín sem Tottenham aðdáanda. Ég bara, Pochettino hefði sagt mér, þú veist, lærðu kínversku, ég bara drifið mig í ganga að læra kínversku, sko. Hann bara í hlítunum, samt hann ekkert þekkta mig ekkert, sko. En þá sagði hann að vantar, við erum konum með fallit hús og okkur vantar betri húsgögn. Og hann sagði þessu varlega möguleika. Er þetta ekki nákvæmlega sama á Postecoglou var að segja núna? Jú, Conte sagði það sama og Mourinho sagði það sama. En er þetta ekki smá Arsenal? Þegar Wenger, þegar Emirates er byggðu, þá er náttúrulega talað þetta, þú veist, að þeir þurfa aðeins að tóna sig og það var ekki hægt að eyða, þú veist, þú gæst ekki keypt 5 leikmenn, heldur þú voru keypt 2 og eitthvað svona. Allt bara á neðri deildum nánast og úlingar. En það er líka bara því miður, bara Arsenal bara er með betra recruitment en Tottenham og hefur verið með. Það er bara þannig að kemur einhverju gæðindir í þann Nwaneri og bara hvaðan kemur. Það er bara hún er hjá 7 ára. Já, en þú veist, þetta tek bara dæmi, bara koma einhverju ungi strákar í Arsenal sem bara, en Tottenham, það er bara eins og unglingarlið okkar sé bara til skrauts. Það er engin, það er meiðsla vandræði. Er ekki nokkur ár síðan bara þú voru ekki með í U23? Ég held það sé nú ekki alveg satt. Ég get ekki, Varaliðið var einhvern veginn bara aðeins ekki lagt til, bara svona pínu lagt til hliðar. Það geti alveg verið, ég veit það ekki, en ég hef heyrt bara að stæra þetta gæja sem eru ungi strákar sem eru bara virkilega góðir, eru í U19 og U18 og U20 og svona, en bara fá ekki séns og það, þú sagðir það vantaði 14 first team leikmenn og það er samt ekki þetta. Það hljóta bara ekki verið nógu góðir. Já, algjörlega, en þá er spurning af hverju þeir eru það ennþá á bókunum, skilur. Þú veist, vandinn er svo víða, þetta er ekki bara Thomas Frank auðvitað. Hann er einkenni vandans, hann er ekki rót hans, sko. Og ég held að það sé ósanngjarnt að segja að hann sé vandamálið í heild sinni, það er ekki sanngjarnt, sko. En hún mistakst náttúrulega bara hrapalega þennan Tottenham, þú veist, var þetta starf of stórt fyrir hann? Nei, ég held ekki, ég held að þetta sé svolítið eins og Manchester United, því miður. Ég held að séum bara miklu rotnari heldur en almenningur gerir sig grein fyrir. Ég held að vandamálið sé það djúpt, sko. Það bjóst enginn við því að Manchester United myndi lendi í þessu vandræði sem lendi í 16. seti fyrra. Þetta hlýtur að vera bara 15. seti, fyrir ekki. Og tapar svo fyrir liðin í 17. seti í úrslitum Evrópudeildarinnar. Þetta náttúrulega er ótrúlegt. En eins og ég sé þetta, þá er vandinn það djúpur að Kulusevski búinn að meiddur síðan í ágúst, september. Það veit enginn neitt, skilur við. Núna er Kudus, hann núna hjá Ajax læknarnum, skilur við. Þetta er mjög skrítið, ég sagði fyrir mér Liverpool bara senda menn bara að fara bara til Ajax og kíktu bara til Barcelona. Kulusevski komin á þetta bara hérna eins og ég gert í NBA, eins og Anthony Davis núna. Já. Bara treytað, bara tímabili búið, þú er bara jafnaði. Það er einhvern veginn... Og þú veit ekki hvað það er að valda, þetta hnéna á honum, það veit það enginn. En Igor Tudor er mættur, þannig að...
Hann með athyglisverða ferilskrá sá gæi. Svakalega. Það skemmtileg mynd á hann var í Marseille Tottenham fyrra. Ég meina Patrici, glæpamaðurinn Patrici, hljóðum við saman Á, býtu, meintur glæpamaður. Já, að hann náttúrulega, hann hlýtur að vera umbósmaðurinn hans, því að hann hefur svolítið fengið hann til liðan sem hann hefur verið, vildi fá náttúrulega fyrir þetta tímabil, fekk hann ekki. Frank farinn, fyrsti maðurinn, Igor Tudor ekki Ryan Mason, þannig að það er ákveðin skemmt fyrir hann. En þú talar að Frank sé hryðjuverkamaður, það verður fróðilegt að sjá hvernig þú talar Igor Tudor. Ég er nefnilega spenntur fyrir því, ég er tilbúin með nokkur myndir sem fara á breska börnarakkánti minn, búna, hann kemur vel út í hryðjuverkabúninum. Ertu búinn að skoða hann Igor Tudor eitthvað? Ekki mikið, en ég veit bara sem ég er búin að lesa hann er bara það er áhugi, spenna 0 sko, ég hef ekki mikla spennu fyrir honum sko. Maður er búinn að sjá svona, hann er búinn að, hvað er hann búinn að PAOK og... Hann er búinn rekin ástæð sem Juventus-tíminn og og rekin þar og var aðstoðarþjálfari Juventus og var rekin líka úr því, þannig að þetta var örugglega ekki opinn leikur hérna eftir viku. Tottenham Arsenal. Nei, þið meina Ese kannski á annan, þú veist, stórleik, hinn stórleiki sem það var, en ég hef bara sá... Er það podcast eða? Nei, sá leikur verður ekki, hann verður ekki settur í sjónvarpinu á mér, getur sagt þér. Ekki þessi leikur. Af hverju fer Tottenham í Igor Tudor, þú veist? Af því það er enginn tilbúinn að taka þetta jobb. Það er bara svona væntanlega veið upp mér og ég held að sé alveg satt að segja það, sko. Ég er bara leitt hætinga að taka þetta. Nei, Guð, Jesús, já. En þegar hann kom inn, þá vissi ég þetta var búið. Það var alveg obvious. Leið að hann kom inn, þá vissi ég að það var búið ákveða að reka Thomas Frank. En tímasetningin á því mjög skrítin, hann fékk einhverja 2 Champions League leiki þarna. Hefur þetta að gefa honum Arsenal-leikinn, svo kemur landsleikjahlið og... Ég menn það er FA Cup. Þeir voru náttúrulega í pásu núna. Já, við döðum út úr FA Cup móti Aston Villa, já. En já, ég veit það ekki. Ég bara, þetta er einhvern veginn, bara enska deildin fyrir mér er orðin bara svo, minnst hún bara leiðileg. Ég er ekki bara Tottenham, heldur líka bara að horfa á leiki. Ég finnst dómgæslan orðin svo, þetta var svo mikil áhersla á rifrildi dóma og svona dót, þannig ég er svona, bara fín tímasning fyrir mig að vera þungildur í dóma. Það hefur alltaf verið þannig að alltaf verið að rífast dómar. En það var öðruvísi. Í gamla daga þegar við spilum Tottenham Arsenal-leik og þú sagðir eitthvað, þetta var svona, þá höfðum við bara skoðun það. En núna er þetta orðið bara svo, við sáum þetta nú í Ítalíu helgina, kom hann stórslys í 2 leikjum, risaslys, við sáum strákinu Verona sem að skólaði Breiðablik til, hann heitir sama forsætisráðurinn í Ungverjalandi. Orban? Já, gift Orban, ekki Viktor Orban. Hann fikk rauðspjald fyrir að snúa sig við. Já, ég meina, mér finnst líka að dómar náttúrulega ekki var og mér finnst alveg dómarar expósaðir svolítið eins og hendin á Villa Park, þar sem að Newcastle fær ekki vítaspyrnu, mjög augljósa vítaspyrnu, langt inn í teik, hvorki línuvörður, né dómari og síðan eru þessar rangstöður í nokkrum leikjum í FA-bikarnum helgina sem eru mjög skrítnar og þetta er einmitt, þú veist, og svo var ég að lesa grein varðandi þetta einmitt, þú veist, hvað er þetta 7. tímabilið sem er á Englandi og við erum ennþá að tala bullið í sem að leik eftir leika því að það er ekkert samræmi í hlutunum, þú veist, Arsenal lenti í tímabilið, Víti og Jökkaris Newcastle og fleiri atvik, fáum þetta á Old Trafford þar sem að Dalot fær ekki rautt spjald, svo fær Romero rautt spjald fyrir það er svo alls konar svona hlutir, bara svona, það er svo að séu bara svona geðþátta ákvarðanir. Já, en samt hvernig var þetta gripið og svo náttúrulega Liverpool City 3-1 markið, bara ok, reglunar, en svo ertu með atvik í leiknum sem að Geir rífur Sala niður komin í gegn og það er gullspjald, þannig að það er svo mikið af ósamræmi. Það er svolítið þetta sem ég er að tala um bara í raunverulega, ég hjálpa til að ég nenni ekki að vera Tottenham lengur en þetta voru þannig bara, það kom Tottenham leikur og maður settist niður og horfði á leikinn heima. Ég myndi vilja bara að bara back to basics, sleppa þessu bulli, marklínutæknin en var ekki svolítið til í hana. Hinni verður bara að taka ákvörðunni, þeir fá að vinna borga fyrir þetta. Dómarinn hættir að taka ákvörðunni. Dómar helgina, það sem Newcastle Aston Villa. Var þetta ekki svolítið svona vatn á myllu var vaxins? Já, það er svo ótrúlega að missa af þessu. Já, það er eiginlega... Kannski eru allir orðnir svona lélegir af því að þeir þurfi ekki að taka ábyrgð. Þeir eru með backup, já. Það þarf ekki að taka ábyrgð á... Já, við sjáum þetta, það var leikur í þar síðustu umferð til deildinni þegar að spóla rúma mínútu tilbaka því boltinn fór út af í innkast. Já. Það er eins og þegar fyrstu mörkin voru tekin það er bara eitthvað heyri, það var McAllister hóstaði fyrir 6 mínútur síðan, það er ekki mark. Við getum ekki, finnst mér, tekur gleðin. Mómentið er búið, það er bara, það móment búið. En þetta er heppilegt hvernig það hittist á hjá mér núna, nú þarf ég ekki að pæla í þessu og en með Tudor, ég held að sé engin
engin einstæðar í Tottenham samfélaginu sem spenntur fyrir þessu. Gerir samning fram á sumar eftir með eitthvað svona kosti sem spenntur fyrir í sumar? Ég sé þetta lista á skjánum sem kannski fyrir eftir í öðru samhengi en ég held að sé engin með viti borinn sem vill taka þetta starf af sér núna. Er hann ekki bara að fara að múra fyrir núna, Jú, svo þið falli bara ekki, falli af því að þeir komnir í... En það er ótrúleg staða, miður hvernig staða, Pochettino er rekinn því að náum ekki nóg, við erum miðað deildin er rekinn 2019. Við tekur Mourinho og sirkusin heldur áfram og svo kemur Conte og svo kemur Nuno, skilur og þetta er bara, ég veit það ekki, það er bara ótrúlegt að horfa upp á það. Ég man, það var moment, svona sliding doors moment þegar við vorum eftir í deildinni og Liverpool voru í smá bulli og kaupaði 2 leikmenn, Alisson og Van Dijk og þetta er bara nákvæmlega þetta sem er að því Tottenham. Þeir kaupa Alisson og Van Dijk og við kaupum Johnson á 55 milljónir punda. Og þú talar upphæðir, við erum búin að eyða fullt af peningum. Þetta er bara illa eyddir peningar, þetta er illa skátað, en annars er ég bara mjög hress með Tottenham, sko, heilt yfir. Já, þetta er skemmtileg stað, þegar maður horfir svona á veðbankana, þá er Marco Rose efstur, þýskur stjóri. Já, Leipzig. Já. Svo þetta með De Zerbi sem er svolítið mikið inn í... Já, ég er ekki aðdáandi hans. Þú vildir Alonso, ég sá það. Ég skil... Ég dreymir það. Þess vegna þetta bara segir mér svo margt. Það bara, við erum ekki þar, við erum ekki þar. Ég er ekki í sjálfsblekkingu með það, en það segir svo margt að það sé ekki bara búið að henda bara hér í tekki. Þú mátt setja mörg 0 og viltu please koma og bjarga þessu klúbb hérna og koma með þína hugmyndafræðið inn. En hann hefur kannski hefur hann fengið litið á prósentið og prósentið er bara, það er allir meiddir. Medical department er á sama lista og Thomas Frank er bara hryðjuverkamenn og konur og börn og það er ekkert sko, ég ætla ekki að vera það er engin von, ég ekki að segja þannig en það er ekkert spennandi í kortunum við Tottenham akkurat núna. Við erum með illa samstan hóp, við erum með stjörnur sem vilja fara, ég veit ekki hvað þjálfar þetta koma inn og svo líka eins og þetta, líka með þetta að Manchester United mun þurfa stjóra, eða þú veist allavega er að leita stjóra, Tottenham er þar undir, þú veist, Liverpool er að mínum að ekki, Arne Slott er mjög valdur í þessi allavega fjá stuðningsmönnum, ég veit ekki hvernig þetta liggur hjá. Það er náttúrulega svolítið, segir sjálft að Alonso vantilega fara að taka við Liverpool. En svo er það City líka, ég meina, það er með Maresca held ég, sko. Ef Alonso er tilbúin að fara í City versus Maresca þá myndi ég segja að það væri no-brainer bara með svona hitt á þetta en þú veist þannig að Tottenham gæti lent í því að vera að City vanti stjóra, United vanti stjóra og Liverpool vanti stjóra, kannski Arsenal ef allt fer í hundan og það. Ég er nokkuð sem að það verið Fabregas sem kom Já, en þá ertu, ok, ef við tökum bara United, City og Liverpool þú veist þannig að það sem að Tottenham fara að velja úr það er aldrei úr efstu öllu hvort það er það er stóluleikur getur verið erfitt sko. En þurfa það hvort þeir ekki fara eitthvað annað en einhvern egoista stjóra þau þurfa að fara eitthvað svona bara að vera með plan sko. Jú, algjörlega, við vorum með flott plan og hann heitir Mauricio Pochettino en svo er líka svona romantík í því að fá hann tilbaka I don't care for that sko. Ég bara Serbi er náttúrulega nett ruglaður hann er nett ruglaður en hann er samt alltaf með sínar áherslur og svona. Hann fengi bara lyklan á öllu draslinu. Það er vandinn, skilur. Fær hann þá og ef hann fær þá já, mér er alveg sama. Bara hver sem það er sem fær lyklan getur bara gert breytingar en ég held að sami sem kemur inn þá er eitthvað project sem er svo eins og með De Zerbi, hann er svo mikil hothead. Hann væri bara farin til tugar ef einhvern veginn. Ég held að De Zerbi myndi bara lenda í nákvæmlega sama Mourinho og Conte lendi í. Bara stríð. Sko. Og það vill það enginn. En hver er það? Ryan Mason fót. Jesús Kristus. Jesús. Ég held að hans tími sé komin núna. Hann er laus frá West Bromwich Albion, hann reikir það. Svo er það líka að tala svolítið Robbie Keane sem er að þjálfa Ferencváros í Ég var glað með viðbröðin hans. Hann labbaði bara út og sagði takk. Hann var vel þrútinn hérna á Kópavogsvelli. Já, hann var svolítið bugaður. Það er erfitt að vera... Það lenti líka einhverju spurningu þar sem hann var ekki sáttur með? Já, hann var ekki sáttur þær. Það var erfið tími fyrir hann sem þjálfara. Já. Nei, ég veit það ekki. Ég held að raunhæft sé, það er alltaf búið að tala um Nagelsmann og Jürgen Klopp og svona. Þetta er bara, fólk er bara í einhverju rugli. Þetta er ekki eins og pipe dreams, þetta er bara bitfyrra sko. Spennandi tímar framöndan hjá Tottenham. Heldur betur, en ég meina, unglingarlið fullt af stjörnum. Geta þær fallið bara núna? Auðveldlega sko, bara alveg auðveldlega. Ég held sko ef við töpum þessu leikum á Arsenal illum helgina, þá verði alvöru squeaky bum time í Tottenham eins og Alex Ferguson sagði. Það verður sko, það verður rosalegt. Það var einhver vefsíða, einhver breskur vefmet sem var búinn að setja upp hvernig lið hjá Tottenham verður í Championship-deildinni á næsta. Og enginn er með einhverja klásúlur að falla deild sko, það er enginn að pæla í því. Nei. En ég held að það verður mjög, ég horfði á leik með volumið hátt, kannski horfði ekki á sjónvarpið, bara til að heyra baulið. Því að ef ég er ekki búinn að horfa á Tottenham leik undanfarið, þá ég hef aldrei heyrt svona baul. En það var einhver leikur sem við sjáum 0-0 fyrirfram
þá er það þessi leikur. Já, ég veit það ekki, ég held að þið séu bara með svo miklu betra liðin við að það verður bara, Já. þetta verður bara hræðilegu leikur fyrir Tottenham held ég sko. Svo gæti alltaf gerst að Dr. Tottenham ákveða sinna sjálfum sér en ekki öðrum liðum eins og við erum búin að gera núna 6 leiki í röð, þar sem að öll lið sem er í basli koma bara á Tottenham-völlinn og taka 3 stig, að við vinnum 1-0 sko, það geti alveg gerst sko. Líka þetta Tottenham-völlur var vígi. Já, vígi, þið töpu ekki mörgum leikjum. Þeir eru nú samt, sko, Ekki unnið á árinu. hvað munar, sko, Arsenal hefur tapað hvað mörgum á Emirates frá þegar hann var vígður, Já, það er bara munar einhvern 3 leikjum. Já. Man Það var einhverja þarna- tölun voru, sko. eftir við fengum völlinn, nýja völlinn, þá bara hefur, þetta var bara 40 alvöru leikjum eða eitthvað. þetta var alvöru virki, eins og alltaf bara í fyrra, þá held ég töpuðum flestu leikjum í sögu Tottenham og erum náttúrulega án target núna að ná því aftur, en flestu tapleikir heimavelli á einu tímabili komið fyrra. Það er bjartir tímar. Já, bjarti tímar framöndan hana. Það nýtja. Sérstaklega gaman að Harry Redknapp, hann svona... Þar erum við hins vegar, hann fær til í þetta. þá erum við og Hjammi, þá förum við á leik saman. Ég er bara glad að hann sé á lífi. Hann er Eiginlega- allt var Já, hann ég er bara- að ég er bara mjög glad með það. Gemmi bara Deadline Day, Harry Redknapp í lúinni og þá er ég til í þetta. Sko. Nei, það er bara vibes, það er bara Loyola skimur og allir eiga að hafa gaman og Það væri finna geggjað. gleðin aftur. Ég er til í það sko. Það væri geggja. En Einar, hvað næst fyrir Thomas Frank? Það var svona trendi stjóri þegar hann var með Brentford. Strax svona efstur hjá veðböngum að taka við Crystal Palace. Já, það verður eitthvað svoleiðis. Eitthvað svona miðlungslið, hann er flottur í miðlungsliði. Svona, Ræður ekki stórklúbana. já, svona varnarsinna þjálfari, skilur við bara halda hreinu og Treysta á föstu leikatar Já. einu skyndisónir. ég held að vera flottur og Palace eða sambarlegu liði, sko. Kannski það sem hefur komið um óvart, að væntingarnar kannski sem var stilt upp fyrir hann og hann ætlaði að fara inn með, voru klárlega þá ekki að sömu og aðdáðandi voru með, skiljur. Það er nefnilega Crystal Palace, þeir eru ekki væntingar að vinna bikarkeppni eða að vera í Champions League, skiljur, á hverju ári. Brentford er klárlega ekki þar, en Tottenham aðdáðandur náttúrulega eru flesti geðbilaðir, sko. Þannig að Það er bara svoleiðis, sko. En förum á hinn enda töflunar Einar, þið Arsenal eru á tóknum með 4 stiga forskot. Jafntefli á móti Brentford í síðasta leik. Hvernig líður með tímabilið til þessa? Já, þeir eru náttúrulega á toppnum, þannig að það er ekki hægt að segja neitt annað en það sé bara frábært, skilur að vera á toppnum á þessu tíma. En það er samt nóg eftir. Menna, það hafa fleiri lið klúðrað þessu með, hvað er, 13 leikir eftir? Það eru lið sem hafa klúðraði og sum lið hafa klúðraði með 3 leikir eftir með þetta fórskot. Þú þekkir það? Já, þetta er nefnilega ekkert, sko, að því þetta lið sem er í öðru sæti er liðið sem að þú vilt ekki hafa eftir, sko. Já, mér finnst sko Arsenal líklegri til að vinna Champions League heldur en Í sammála því. Ég held ég að tala um það að það er ekkert svo lengur. Ég er nefnilega mjög sammála því að ég er búin að horfa á meistaraldina, þess að leikinn og Tottenham í 5. sæti, það er bara flottir. Liverpool gengur vel þar og ensku liðunum gengur bara almennt Það er vel. líka bara því að eins og Arsenal mætir Atletico Madrid eða Bayern eða hverju sem er, það setja allir á það, skilur. Það mæta allir til leiks en í ensku deildinni þá droppa allir niður bara. Það er allir í low block á móti Arsenal, sama hvað, þú veist, enda sjáu þið, Arsenal er með hæstu varnalínu í deildinni, bara meðaltals. Já. Og þú veist, að vera að segja að þessi varna sínar, en það er bara ekki rétt. Nei, svo bara... En á móti í Champions League þá stíga allir upp. Já. Þú veist, eins og á móti Vigga núna helgina, þeir stígu bara meir upp heldur en allir hafa gerð, en það voru 4-0 eftir 20 mínútur eða eitthvað. Já. Það er kannski ástæðan fyrir allir droppa svona langt. En En þeir eru í vesen á móti low block. Já, það er líka verðsleiri lið þar, bara ég var lýst í gær á live í Napoli-Róma, bæðilið 3-4-2-1, ok, maður og mann pressa Gasperini og Conte, í stöðunni 2-1 fyrir Róma, þeir hætti ekkert, sko. Nei. Þú veist, ég veit þú getur alveg farið í hérna, þjálfræðina og bara, þú veist, þú þarfst nú að fara að droppa og halda og ná í stígin og þetta, en þetta sem ég sakna svolítið, og mér finnst enska úrvalsdeildin í ár búin að vera heilt yfir leiðinleg af því að félögin fara bara í lágblokkina, þú veist, auðvitað er fullt af öðrum variety í fótbolta, en það er búið að soga einhvern veginn svolítið lífið úr. Ja, þetta er líka bara Leikinn, svona, sko. greiningarnar er svo miklar og allar sóknir eru svo kalkulerar, þú mátt ekki senda boltan fram og nema að sé, þú veist 100% að rat og samherja, skilur, það er ekki áhætt að tekin. Ef það tekin áhætt að, skilur, ef það tala um áhætt að senda hann inn í teik, þú verður að vera með fullkomna krossin, annars ertu bara haldun. Það er svolítið fótbolt í dag og þú hvort sem er enska deildin eða reyndar, það er með þess að líka komin hingað. Það er svolítið bara, það kom bara mjög miklu gáfulegri útskýringar sem ég tilfinningunum mínum á það. Þetta er bara nákvæmlega upplifun sem ég er að upplifa með ensku deildina. Það er þetta City-lið hérna sem eru á eftir Arsenal minn á 4 stigum núna eftir síðustu umferð.
hvernig að hafa þetta City-lið á hælunum, búin að sækja Marquey og Semenyo í janúarglugganum? Það voru bara náttúrulega frábær kaup hjá þeim. Taka þessa 2 leikmenn sem þurftu valla mínútu til þess að aðlagast þessu liði, skilur. Þeir bara starfa hvernig einsta leik. Já, og náttúrulega City-lið er náttúrulega svo rútínar. Þú slotta bara inn í einhverju stöðu og þú veist nákvæmlega hvað það gera. En þeir eru að byggja aðra gæja utan, þetta er prem-gæja, þetta er bara eins og ég sé verið 10 ár, sko. Já, þeir náttúrulega búin að vera í deildinni, vanir tempóinu og allir því, sko. Þú veist, bara frábærlega gert. Maður hefði náttúrulega viljað að Arsenal hefði bætt eitthvað við, sérstaklega því að þetta er svo meiðslækjandi leikmenn í þessu liði. Missa hérna núna Merino út lengri tíma, Havertz, Ødegaard að ströggla, Saka að ströggla. Havertz í einhverju svona Kulusevski dæmi bara. Já, það er alltaf náttúrulega eitthvað. Hann er alltaf mist út allt síðasta ár. Já, ég segi það. Það er ekki ætlast þess að hann komi bara á full speed. En er Ødegaard, þú veist, getur þú síðan farið tímabili? Okkur? Nei, bara svona umræðan er einhvern veginn að snúast gegn honum. Já. Er það kannski bara Arsenal-stuðningsmenn sem er að búa það til, þú veist, eins og ég fara í þetta, mér bara séð á Twitter bara að, þú veist, bara ég vil ekki að hann sé í byrjunarliðinu og eitthvað svona dæmi, sko. Sko, hann er náttúrulega fullkominn Arteta leikmaður, hann heldur bara boltan, skilur við, hann spila bara tilbaka á þarf, hann er ekkit, þú veist, hann er ekki að taka sjansana, þú veist, hann hlaup frá hérna framherja, en það er ekki, það er bara 45% ríkur að hann er Arteta, þá setur hann bara tilbaka, skilur við. Það er það sem fyrir tögunar á mönnum, en frábær leikmaður, ég vil ekki að hann færi allana. Þú veist, þetta mun á fjónustum núna þessi síðasta leikur á móti Brentford, þetta var svona pínu ströggl og... Já, það er svona tilfinningin að Arsenal-liðið sé svo mikið að spara sig núna, að þeir sé bara að koma eftir gegnum þessi leiki á eins litlu bensín og mögulegt er. Bara eins og sámandi Vika núna, 4-0 eftir 20 mínútur og það bara tempo og droppa þvílíkt, bara haldónu, bara klára leikinn. Bara meiðast ekki, en svo náttúrulega missaðir Ben White í meiðsli að sjálfsögðu í þessum leik, sko. Kepa fekk hvíldan í lokin. Já, fínt að rótira honum, sko. En svo, voru það stælar? Nei, ég held meira bara að þessi Tommy Setford er öflugur markmaður. Koma hann og gefa hann mínútu. En af hverju byrjaði hann ekki bara? Af því að hann treysti honum ekki til þess. Þetta er líka bara til að hækka verð með hann. Var það áfellisdómur yfir allt þetta og hann er ekki klárað deildina núna? Sko, ef hann tekur engan titil, skilur þú veist að sko, ég myndi segja Ferdinand er ennþá á lífi. Champions League, ef hann nær öðru hverju þeirra, þá getur hann farið saman. Ef hann tekur bara deildabikarinn, hvað? Þá nú svolítið undir væntingum, en ég er að segja þessi 2 stóru, deildin, eða meistaradeildin, þá allir sáttir, sko. Annað vonbrigði. Ég myndi segja það, úr því sem komið er. Arsenal endur ekki niður en annarsætti, það er ólíklegt. Já, þú veist, það er samt, annarsætti er náttúrulega bara óneðalega. Nei, ég sé bara að þið vinnir meistaradeildina í öðru sætti, menn það hlýtur að vera mjög gott sísón. Já, meistaradeildin og annarsætti, það hlýtur að vera. Ef þú tekur annarsætti í deild og annarsætti í meistaradeild, ertu ánægð með það? Nei, ekki úr því sem komið er. Nei. Hvort vildu vinna frekar? Ég held að þessum tímapunkti þá þurfum við frekar á deildina að halda, sko. Nú kemur spurning, ég hef aldrei þjálfað, þú veist, ég hef báðið þjálfað og hérna, nú er ég aðdáandi Tottenham. Tottenham kemst endur í öðru sæti í deild og bygg Champions League og Gaurinn var rekinn leiða ekki illa nokkrum dögum seinna í 2019, sem eru mestu mistök sem við gert. Af hverju ætti að reka gæja sem er greinilega capable að búa til lið, sem getur keppt fram á síðasta dag í deild og Champions League og mögulega FA Cup og líka. Af hverju þarf að skipta þjálfara? Ef það kemur til. Segjum að þú segir, þetta ekki ánægð með það, hann vinnur bara League Cup eða eitthvað? Nei, ég er ekki að tala um það að þetta skipta þjálfara. Nei, ég segi bara að maður heyrir það svona, þú veist, það er einhver umræða, hann er alltaf búinn að vera hann í 6 ár, það er kannski partur af því. Og þá er þetta að hann get ekki deliverað þessum stóra, sko, því hann er búinn að vera svo lengi svo nálægt því, sko. Ég meina, hvað var Ferguson lengi um Manchester? Hann vann FA Cup til að bjarga starfinu sínu. Hvað vann hann? 6 ár. 86 og vinnur 92. Það sé eitthvað blúprint öllri hamingju í heiminum, skilur, en bara, veist, er þetta ekki líka bara vandamál? Við erum alltaf reaktiv líka, það er alltaf reaktiv. Jú, að mörgu leyti, ég meina, Klopp segir dæmi með hvað eftir 4 ár, eða 3 ár, ég man í hvort það var 3 og 4, þú veist, og hann skila meistardeildinni hana 2019. Auðvitað þarf þau tíma til að byggja upp lið. Ég meina, liðið sem hann tók við, ég meina, fyrir sér liðvindir, að Borgan Chelsea í vinstri bakvið. Já, þú veist, það er náttúrulega það líka, en svo er það kannski bara eins og til dæmis núna með tímabili núna hjá Liverpool, er þetta, þú veist, vinna vissulega deildinni fyrra og gerðu það bara með annari. Menn voru bara í Ibiza frá febrúar, mars og bara svona, og kannski sem enginn pældi í þá að liðið dalaði rosalega eftir einhvern umtala tap í meistardeildinni á móti PSG. Og síðan þá hefur liðið unnið
6 leiki, eða 7 núna leiki í deildinni, unnu Sunderland í síðustu viku, en það, þú veist, það er uppbyggja og spilamennska liðsins sem er rosalega skrítin og frábrigðin frá tímabilinu undan, þar sem að það var pressað hátt, það var reynt að spila milli lína hratt og þetta. Af hverju varst að breyta því? Það er svolítið svona... Það sem er gott argument, það er eins og Arteta, hann bara alltaf eins, þetta er bara aðferðafræði sem hann notar og minna, ég meina þú væntanlega mjög fúllefinn í reikinu en engan titil, væntanlega. Já, sko, ef maður vinnur engan titil, þá, En í öðru sæti... Arsenal eru komnir á svolítið þolmörk að vinna ekki neitt, sko. Og þeir eiga möguleika á 4 titlum og þá raunhæf. Já, og þá spurningin ef að taka engan titil úr þessu, af hverju taka þær engan titil? Já, en það er ekki að því að skorti gæðin liði, sko. Það er ekki að skorti... Það kemur bara, þú veist, úrslitaleikjum, skiljum, eins og Tottenham þetta með Kane, haltrættin í 2019 leikinn, skiljum, látinn spila sem hann átti aldrei að gera. Lukas Moura á bekknum, búinn að skora 3 mörk til að koma okkur að þetta eru svona dæmi, þetta kemur svona einhverju dagsformi líka. Ég veit það ekki, ég myndi, ef ég væri Arsenal-aðdáandi, þá bara það besti þjálfari sem... En þú veist, ef það kemur upp að þeir vinna ekki, eins og segir, ef þeir vinna engan titil, af hverju gerist það? Þú veist, það var bara hægt að rýna í það. Ef hann er að gera eitthvað mistök í aðdragandanum, þá náttúrulega er mögulega bara tíminn kominn. Og þá þarf náttúrulega að vera eitthvað almennt í staðinn. Það þýðir ekki bara reka hann og vera bara eitthvað, hörjá, ok, Thomas Frank er einu, það er að vera eitthvað, skilur við. Nei, þið er ekki Tottenham. Og þú getur heldur ekki farið í, þú talaði um Fabregas, þú getur ekki bara kollverpt hugmyndafræðinni á einu bretti versus leikmenn sem út með og sem mögulega vant. Ég held að þessi leikmenn sem eru í þessu liði getur alveg spilað. Algjörlega. Þú veist, þessi leikmenn geta haldið bolt og allt það. Það er ekki vandamáli, skilur við. Og þeir geta spilað hratt og þeir geta pressað hátt. Þeir hafa náttúrulega gert það, skilur við. Þannig ég held að það sé ekkert vandamáli þennan hóp farin í þannig. Ég sakna, eins og með Arsenal, þú veist, ég sakna þess að taka sénsna, bara vera aðeins ofar á vellinum, aðeins að stíga en þetta er náttúrulega líka, þeir vilja bara ekki fá transition á sig, skilur. Þú veist, það er eina ástæðan fyrir að vörnin er svo sterk og fá mörk, að því að missa boltan sjaldan í viðkvæmri stöðu. Það er eina ástæðan. Það væri gaman að sjá Ødegaard í Nico Paz stemmingunni. Já, Fabregas. Það er leikmaður shit, sko. En ég tek undir eins og með einari varandi þetta, þú veist, bara verður að vinna einn af þessum stóru og ef ekki, þá er mjög eðlilegt að allan að þessi staðan sé skoða og hvort að allt þetta myndi okkar sem bara, herðu, ég nægis ekki. En svo eina af þessum ástæðan, skilur, fyrir að þeir spila eins og spila, þetta er ekki mikið chaos leikur, þetta er rosalega, þú veist, statísku leikur hjá Arsenal oft, en það er bara líka til þess að koma kannski liðin í gegnum þetta allt. Skilju, ef þú ferði í einhver kloppfótbolta, þá er liðið bara sprungið, þú veist, þeir búin að spila 20 leikir meira en Man United eitthvað, þú veist, það er eitthvað fárulega mikið, sko. Þetta er bara sama, Arsenal enda líklega í svona 68-70 leikjum. Já, og United í 40 til dæmis, svona dæmi, sko. Þannig að auðvitað skiptir þetta máli, sko, en eins og ég vantar að svona Arsenal-lið og þeir eru bara heppnir líka, finnst mér, að vera með, þú veist, þið gætu verið með 12 stiga fórstu, sko. Já, já. Það gæti bara verið eins og Liverpool. Já, bara hyggst á raungum tíma og ná ekki að nýta sér að þegar City voru komin ný, þetta er bara svo fljótt að gerast. En þú veist, svona er þetta bara, City hafa líka verið hyggsta, Arsenal hafa verið hyggsta, þú veist, þú getur farið öll tímabil og fundið eitthvað svona, skilur. En, þú veist, Einar, þú sem svona þjálfari, ertu hrifinn af þessari aðferðafræði hjá Arteta? Þú veist, þetta er kannski ekki alveg beint eins og ég hef lagt upp mitt, sko, en jú, þú veist, ef þetta virkar, ef þeir vinna, þá segir engin neitt við þessu. Þú veist, þetta snýst náttúrulega bara að vinna þetta, sko. Það er náttúrulega bara aðalmálið í fótbolta, að vinna leik. Þú veist, hérna við höfum náttúrulega upplifað það, við vorum með Wenger, Emirates Wenger, þessi 10 ár, svona 8 af þessum 10 árum spilaði Arsenal lang skemmtilegasta fótbolta en þetta segja það, þú veist, það var bara flæð út í eitt, en svo unnur ekki, þeir skoraði aldrei á föstu leikatriðum og við tuðum yfir því, fengum okkur fullt úr föstu leikatriðum, nú er þetta svolítið búin að snúast við, nú er þetta struktúr og við erum að skora úr föstu leikatriðum, þannig að þú veist aðalmáli bara að vinna þetta, sko. Eins og við segjum City í þessu öðru sæti, svo með Aston Villa í 3. sætinu, þeir tóku síðast leik, svo með þessa meistaraldabaráttu sem er svolítið hörð þessa dagana, Manchester United í 4. sæti, Chelsea í 5. og svo er Liverpool í 7. sætinu og Brentford kemur þar næst á eftir og er að leyfa sér svolítið að dreyma. Þetta þéttist svona pakkið í síðustu umferð sem Liverpool
Liverpool vann Sunderland á útivelli, kom þau úrslit þér á óvart eða? Og svo kemur náttúrulega þessi sigur á móti Brighton í FA-bikarnum þar á eftir. Já, ég meina, Sunderland tapaði sinni fyrsta leik á heimavelli. Þetta er erfiður völlur að fara á og þú veist, frammistaðan þar fannst mér góð varnarlega og allt það, en sóknarlega, þú veist, svona ekki, en ég fagnaði 3 stigum eðlilega af því að United missteig sig og Chelsea líka. Þannig að þetta var svolítið þar sá punktur, maður er bara að horfa á 4. og 5. sætið eins og ömurlegt og það og þá er þetta sáremurleiki, en á sama tíma eru, þú veist, eins og Brighton helginu var bara góður leikur heilt yfir og þú vilt hafa leikmenn eins og Sala í því sem hann er að gera og ég meina hann er að eiga, mörgum, öllum finnst ömurlegt tímabili, hann er samt með fleiri stóðsningur og mörk heldur en Saka, Mbeumo og bara flestir þessi kallar, þannig að krafan á hann er greinilega miklu hærri heldur en á bestu leikmenn annarra liða. Þannig að þetta er svona, hann er að koma tilbaka eftir AFCON og eftir viðtali Fræga og þetta og ég held að menn geta bara svona, Ef við tökum að Saka því að ég veit að það eru 2 sem er ekki miklu aðdáðandur. En svona, hann er svona samt mikilvægasti leikmaður Arsenal. Hann og Declan Rice. Okay, en sjá til dæmis leikurinn sem þú horfður á móti Tottenham þegar Eze gerir þrennuna. Hvernig koma þessi mörk? Það koma allt út að Saka fær boltan, dregur í sig 3, setur réttu tíminu miðuna, einhver annar sendir, hann fekk ekki stóðsendingu það, skilur. En þú veist, hann er mikilvægasti leikmaður. Saka er búinn að fá svolítið mikla gagnrýni að undanförnu, hann sé að skila mörkum. Já, en þú sér að það er alltaf 2-falda, 3-falda á hann. Já, en hann er ekki Xavi í næsta sem að þarf ekki að skila. Nei, en hann er líka alltaf út í breiddinni, alltaf út í breiddinni. Meðan við Sala. Hann er að fara bara einhver 450 pund. Þú veist, það vantar nýja samning og hann, þú veist, vinnur ekki titla og hann er aldrei nálægt að vera besti leikmaður tímabilsins. Nei, hann er samt ótrúlega mikilvægur fyrir þetta Arsenal-lið. Já, en hann og Declan Rice skrefið að vera bara aðal. En þú veist, ef að liðið smellur, þá skiptir þetta ekki máli. Þú veist, hann er gagnrýndur fyrir að gera ekki neitt, sá sem spila center gagnrýndur fyrir að gera ekki neitt, Ødegaard er gagnrýndur fyrir að gera ekki neitt. Hvað kemur þetta? En hugsaðir að Saka myndi kannski geta skorað 10 mörk. Þá væri Arsenal bara með 15 stiga fórstu. Já, náttúrulega. Skilur, þú veist, ég veit að þetta er ógeðslega simpult að segja það, en mér hefur bara fundist hann, þú getur nefnt hennan Tottenham-leik, getur nefnt kannski 3 aðra leiki. Já, ég bara að ég gera það því að Höddi er hérna, skilur. Hann var að tala Eze, en sko, hann er náttúrulega alltaf í svona struktúr, hann alltaf út í vitt. Heldur að annar þjálfari geti losað bara? Já, ef annar þjálfari myndi spila ykkur, og líka annað, í pressu er hann alltaf í annar línu. Já, ég veit það. Hann er alltaf annar línu út í breidd, skilur, það er annað, skilur, þannig að Sala er alltaf í efstu línu. En þegar vinna boltan þá er hann alltaf svo nálægt markinu, skilur. Er það ekki betra? Jú, en ef þetta fungerir fyrir Arsenal, þá skiptir ekki máli hver er að skora og leggja upp. Bara á meðan einhver að gera það. Mér finnst allan að, ég hef mikið áldáð, mér finnst hann hafa meiri hæfileika, mér finnst núna, ég var að lesa bara, hann var að gera nýjan samning, hann er held ég 3 ár eftir og er á okkur 300 stundum, þarf þess? Já, bara halda hann bara hann að forever, sko. Já, ég myndi verja, alveg sem ég ver Sala fram í rauðan döðan, sko, varandi fullt af hlutum og það er bara sláandi að sjá þetta, hann er bara með. Já, en hann kannski ekki fyrir fantasyspilar þetta er ekkert frábært, en svona fyrir þjálfar hafa svona mann í liðinu, þá er það ómetanlegt. Þú sér bara lið með hannum og án hans, það er stór munur. Þannig að, Sala er Sala, svona mikið talað framtíð hans, þetta viðtal sem hann fór í og svona daginn, það er svona aðeins kólnað þar, líklega hann síðasta tímabil samt hjá Liverpool að svona Saudi-Arabía virðist vera að kalla á hann. Ertu búinn að heyra í þeim? Já, ég er búinn að heyra í þeim. Ég vona bara að hann klári þetta ár og næsta ár og fari svo bara í rólegheit einhver það sem hann vill, sko, og þú veist, ég sé enga þörf á því að selja hann, en þú veist, Liverpool þarf að kaupa, bara 4 kantmenn þá. Það er eitthvað að tala um að það er alltaf að selja Sala og taka Anthony Gordon inn í staðinn. Já, þá held ég þurfa að hætta að halda með Liverpool í smá tíma, sko. Ég heldur að horfa aðeins lengra heldur en það, en þú veist, þú getur ekki bara losa
líklega einn besta leikmann í sögu félagsins fyrir Anthony Gordon, það náttúrulega segir sig sjálft, en Hver gæti replacea? enginn. Nei. Þannig að það ekki, fyrir mér ekki það, heldur þú að horfa líka á heildarmyndina. Þú ert með Ísak Meiddan, þú ert með Ekitike, ok, hvernig ertu með vinstra megin? Þú ert með Cody Gakpo, sem takmarkaður leikmaður sem má ekki vera að byrja hver einstu helgi hjá liðis og Liverpool, á mínum mati. Hann geti alveg verið að koma inn sem impact sub eða hvernig þú horfir á það. Vantar leikmann þar. Hægra megin, ertu með Salah, það vantar leikmann backup fyrir hann. Szoboszlai getur ekki bara að spila allstar. Þannig að... Það er samt næstu því, eiginlega. Já, hann er búinn að vera... Ég held ég sé ekkert ruglar að segja bara topp 5 leikmaður bara í heiminum. Sturlaður leikmaður. Í dag þá er ég að tala bara, þú veist... Þess vegna er svolítið skrítið að sé alltaf að spila bakvörnum, en... Já, það er mjög skrítið. Skilur við, það er svo umræða, en svo horfum maður á, ég menna Konate er reynda á samningi, Van Dijk er eldast, miðjan er svona, þú veist, það vantar augljósa 6, Ekitike skorar ekki á móti stóru liðunum og hann það er fullt af hlutum hana, en svo ertu samt með leikmann eins og Florian Wirtz, þú veist, þar geta menn farið í tölur og skoða bara, heyrðu, ok, hann er ekki búinn að vera svona slæmur eins og þegar augað á hinum almenna góðum horfir á hann spila, þú veist. Hann er með fáránlegar tölur bæði varnarlega og sóknarlega. Þannig að ég er óslega rólegri yfir þessu, en það er óslega stórt sumar framundan, varðandi þessar leikstöður. Já, annað stórt sumar. Það verða stóra breytingar, held ég. Já. Myndirðu taka Saka fyrir Salah? Nei, það myndi ég ekki gera. En sko eins og með En ég Salah, tæki mögulega Arteta fyrir slott, nei. en þegar Salah kemur í Liverpool, þú áttir ekki von á þessu. Þú áttir bara ekki von á neinu, vantilega. Ég held að, nei, ég meina... Það er engin von á þessu. Engin von á þessu, Gæi sem gæinn er... Chelsea einhvern veginn og... Þess vegna gæti bara, maður veit ekki, þú veist, ef Liverpool með rétt að stjóra, finnur rétt að gæja bara úr einhverjum meðalegu Ítalíu, þá gæti þú bara... Já, ég meina það er verið að tala um einhverja Diamandi og... Þú veist, einhver nöfn sem maður varla veit hver eru, þú veist, sem er frábært og allt það, sko. Hann, þú veist, já, ég meina, ég held að... En bara ástin sem hann fær ekki, þú veist, er ótrúleg. Já, en sko, horfum núna þess að, förum aftur í Arsenal aðeins, að þið vorum að tala um, sko, hver er að delivera og hver ekki. Síðustu meistaralið hafa alltaf verið með bara bestamann í heimi, skilur við. Já. Eins og þið voru með Salah og Haaland og De Bruyne, svo, skilur við. Haaland með 30 okkar mörg, Salah með 30 okkar mörg. Arsenal er alltaf ekki með þannig, skilur við. Nei. Það er enginn að skila nálægt í, en í staðinn þá dreifist þetta svo rosalega liðið, sko. Sem er kannski gott hjá Arteta, en kannski er þessi struktúr að gera verkum að, þetta er meira gert fyrir fremstu 5 heldur en fremsta leikmannskilur. Í næstu 13 leikjum í deildinni þyrfti Arsenal einmitt svona bara einhvern svona gæja sem skora bara 10 mörk í 13 leikjum og bara vinnu deildina hérna, hvort sem verið Saka, Jökkeris, einhver annar. Og minna, þegar Arsenal vinnur síðast er þetta Henry og allt þetta. Já, svo var Ljungberg hérna eitt árið og Bergkamp eitt árið og svona, Overmars. Þú þarft alltaf, þú veist, stöðuleikin er frábær, en svo þarft þetta ekstra. Þú veist, ég meina, Liverpool ekki unni deildinni bara í febrúar ef Salah hefði verið á pari. Þú veist, þannig að þetta er auðvitað þarft þetta ekstra. Já, þess vegna er þetta Arsenal svolítið öðruvís en síðustu lið, ef við klára þetta, sko. Af því það er ekki með ennum topp 3 leikmann, sko. Er þetta að lauga að dreyma að Jökkeris sé kannski sá gæði lokasprett tímabilsins? Sko, ég meina, ef Jökkeris delivera móti liðunum sem er ekki topp 5, þú veist. Það er bara flott. Já, nákvæmlega. Ég meina, ef hann skorar 1-2 mörk á móti þeim, þá er hann að delivera, skilur. Algjörlega. En hérna... Gaman að vera vitnir, þessu papparnir sé að tala og litla pappi bara eitthvað, já, tala um en svo, þú veist, ekkert input frá mér þetta, já, stóru leikjunum, þá er hann alltaf, hvað getur Trossard, hann er svona gæði sem stígur upp í stóru leikjunum. Það er leikmaður sem ég þoli, Martinelli. af því að hann deliverar þeim þetta á. Er hann ekki pínu svona Pablo Puniet? Nei, sko, Trossard er svona okkar, eða svona þessara tíma Ljungberg. Ljungberg deliverar alltaf í stóru leikjunum. Já, skora alltaf með Liverpool. Og alltaf með United. Og sama, þú veist, þarna er Trossard þessi gæði, þess vegna mann að tala um að hann sé ekki í heimsklassa, en þú veist, hann þarf þessi ekki, bara meðan að, þú veist, hann vinnur bara sína vinnu og skorar. Þarna voru náttúrulega tíðindi í síðustu viku, United gerði jafntefli á móti West Ham, United, Michael Carrick fyrsti leikurinn sem hann vinnur ekki eftir hann tók við liðinu, hann náttúrulega
Það var svolítið biluð umræði í kringum hennar Það er leik. náttúrulega meiri vestamæður í nöðmaður, þannig að Það var eðlilegt. Algjörlega. Já, náttúrulega aðla tóttunum en við vorum þakklættir honum líka fyrir þetta því að Vestham var komið þarna 6 stigum og nú eru 8 stig. Jöfnunumark frá Benjamin Sesko líka bara í lokin, sko. Ekki stil með þessu núna. Það er náttúrulega, eins og segir, svona biluð umræði í kringum hennar. Það var svolítið bara skrítin leikur út af þessari umræði sem gæjaði með hárið þarna. Getur við slepptið að tala um Nei, ég bara, það er 20 sem ég átt að mikið á. Fyrsta lagi, af hverju eru allir svona, þetta er bara einhver gæi, þetta hefur, ég heldur, hér er einhvern pokastæðin, þetta sé inn í klefanum, bara eru menn búin að missa vit? Búið að getur spyrja. þú farið í svona? Ég meina, glemdu hugmyndinni, bara, veist, ef þú ert með Arnar Gunnlaugsson 21, bara eitthvað, hörðu, þetta gæi, Hörður Ágústsson, ætla ekki að klippa sér vinnum titilinn, og Arnar Gunnlaugsson bara, strákar, þið verðum að fara að gera, nei, þú veist, glemdu þessu. Það er bara svona bilað við þetta. Það er ekki svona radar. Michael Carrick var spurður út í þetta á fréttamannafundi fyrir leik á móti Vestham bara, ertu búinn að taka eftir þessu? Vissan af þessu. Börnin hans var náttúrulega búin að segja henni frá Já, ég þessu. meina, En hvaða máli skiptir það? Og svo er Kunja líka spurður út í þetta eftir leik, er þetta að hafa áhrif á okkur? Þú veist? ég meina, ég myndi segja að, sko, svona, maður talar hryðuverk, þú veist, þá er náttúrulega Arsenal TV, það er í gangi allan sólarhringinn, skiljum við. Og ég hef aldrei hort á þetta svona því. Þetta er stórkurslegt, ég meina, Þetta er það frábært er fyrir þig. fyrir mig er þetta alltaf bara skemmtur, en ég er að segja, þú veist, í samhengi eitthvað gæja sem er bara eitthvað, hann er að reyna að hafa gaman og unnu 4 leiki í röð og ó nei og eitthvað svona. Með Arsenal TV þá er Arsenal TV bara sko skaðvaldur, þú veist, alvöru skaðvaldur með þennan gæja, sko. Hann er bara að reyna að hafa gaman, sko. Ætli hann hafi verið ánægður með þetta? Já, því hann Já, ég meina hann hans líf hefur breyst, hann er bara frægur. Bara græða milljónir á þessu. Hann er bara, leið hann þarf að fara í klippingu þá er það þá búið. þarf hann að fara aftur í 95-una sína og mögulega ekki en þú veist Hann er bara komin í það þetta. var bara boring hann er náttúrulega frekar Rúni sagði þetta bara fínt hann bara þóli ekki henni gæði En En það er sko að fyndi ef einhver Wayne Rooney og einhver svona gæðir eru bara tröflast yfir þessu. En meina þú núttu bara hérna, bara viðtalið hérna með Buffett, ekki Buff samt, með húu og hérna, og spurði út í þetta. Myndur þú svara þessi spurning? Akkur myndur þú vera æstur yfir þessu? Ég verði bara eitthvað, já, þetta er bara flott hjá hann, geð. Hérna, skilur við erum að keitira til þess að kjafta þess líka. Og svo er menn reyðir yfir því eftir hann, þetta er svo stúpid. Það er svo fyndið að fylgjast með þessu kvöldið þessum leikunum á móti Vestham var. Hann var bara með svona beint streymi á kick, kom með einhverja 5 sponsora á þetta og Já, en ég meina, sitjum við hér og við erum að taka en sko, ég er ekki verið að gæja, ég hef enga hagsmunaði, sko, en Mark Goldbridge sem er streymi allar sólaríki, þetta er þessi gaurur eru dæmið það þessu. heitir svo ekkert Mark Goldbridge Sá gæi. ég veit það ég held að bara héti það svo heitir hann Brenti Cesare eða Það er eitthvað. geðveikt nafn, Mark Goldbridge, ég ætla bara að vera agent eða eitthvað. bara breyttu nafn og hérna Þetta er í gangi allar sólaríkin í öllum Fólk verður að finna sér eitthvað að gera. ég hugsaði út í þetta en ég hef ekki ennþá Nei. ég enda bauðst til að lýsa fótboltaleikum heima af fólki en ég fekk ekkert Hann fekk líka, hann hitti hann að Fórstu gera ekki til í það? píka þannig daginn sem þetta var og eitthvað. Þetta var bara fálegt þetta er bara Píkin alltaf bara, hann er í bransan líka. Já, hann er í þessu bransa líka. lýsandi fyrir hvað United er statt í heimsfótboltanum er það ekki bara akkurat þetta Ég veit það ekki, þú veist, ég veit að væri Gauri á Aston Villa, fengi hann ekki mikla athygli. Nei, þetta er bara United, sko. en þeir eru bara ég meina United, Chelsea, Liverpool ég meina einhvað af þessum liðum missir af meistardeild nema Hjálmi- Liverpool vinni Hjálmi kominn í meistardeild Ég sagði nú einhvern tíðan, var ég hjá ykkur núna í haust, þá sagði ég að United var líklega en Chelsea Já. og það er bara, þeir eru með svona leikmenn sem geta gert þetta skilur og eru með meiri reynslu en Chelsea. Þannig að svona bara breytingina samt eftir að Carrick tekur við þessu það eru ótrúlega miklar og andrúmsloftið Old Trafford er bara allt annað. Leikstílinn náttúrulega allt öðru sér líka. Hann fer Hjálpar líka að vinna leiki, sko. hjálpar að vinna leiki. Gerir margt. Svona heikstu svolítið á móti Vestham. Þetta var svona öðru sér test einhvern veginn með þetta liði sem var bara í lágblokk allan leikinn. Fulham var ekki alveg þar, sko. Tottenham náttúrulega Tottenham. lenti einum færri og svona, þetta var svona öðru sér test. 1-1 í jafntefli niðurstaðan Sesko jafnaði í lokin. Mikla breytingar eftir að Carrick tekur við þessu, mikil jákvæðni. Ég setti svona saman lista, 5-manna listi fyrir United fyrir sumarið, það er náttúrulega ekki komið fréttir síðustu vikum að Carrick var ekki enn líklegast til að taka við þessu einhvern veginn þrátt fyrir þessa byrjun hjá honum. Ég átti í vandræðum með að setja saman lista. Ég er með Carrick á honum, Luis Enrique, Julian Nagelsmann, var með Thomas Tuchel, hann er búinn að endursemja við enska knattspyrnusambandið og verið þar áfram. Cesc Fabregas og svo setti ég bara Kieran McKenna, bara eitthvað svona wildcard. Er Carrick rétti maðurinn í þetta? Af hverju ekki? Ég er sammála. Er það bara því að þetta með Solskjær gekk ekki upp? En þú veist, Carrick er alveg rútinur stjóri, já. Maður horfir svona automatist Með svona áru og maður horfir automatist í þetta með Solskjær, hvernig það fór einhvern veginn, sko.
það svona brennir mann aðeins einhvern veginn. Nagelsmann bara einhver Ralf Rangnick taka 2 kjaftaði eitthvað, allir vera fúlir og ekki gaman og Fabregas aldrei að fara að koma á Old Trafford sko. Ég held að það sé aldrei að fara að gerast sko. Ég myndi horfa á Michael Carrick og þú veist, en Luis Enrique Það er draumur sko. er svona, þú veist, hann er í einhverju tilvistarkreppu núna í Frakklandi sko, þú veist, þeir eru í öðru seti eftir lands og búin að gefa það út að væri ekki að fara að semja aftur, vill prófa eitthvað nýtt, þú veist, náttúrulega ég hef bara hætt í fyrra, vann allt sem hann gat unnið með PSG einhvern veginn, dreifði það upp, en þú veist, ég held að það sé svona raunhæft, Carrick og Enrique, þetta er mjög raunhæft að fá Kierum að kenna ef þú myndir hringi í hann, en hitt er svona... En af hverju ekki Carrick? Það sem mér finnst Carrick hafa gert er þetta bara simple fútból. Hann er ekki að fara í leikinn til þess að endilega stjórna leikjunum, hann þurfti að gera það á móti Tottenham óvænt, gerði það bara vel. Þessi West Ham-leikur var ekkert veginn alltaf að fara að vera erfiðasta prófið af því að þú áttir að vera með boltann og þú fjall á prófinu að vissu leyti en ná í stíð í lokin og það er tapað. Það hefur kannski svona hinn leikirnir ekki núllast út en umræðan hefur kannski snúist aðeins við. En þeir náði og það segir líka margt, að taka þetta stig, þetta er ekkert eitthvað, West Ham er ekki frí 3 stig, sko. En hann, sko, það sem kannski gerir Carrick líka er að hann er með aðstoðarmann. Steve Holland, sem er ansi klár. Búinn að vinna með ansi klárum gæjum. Sem var hann ekki með enska landsliðinu líka? Enska landsliðinu, Ancelotti, Chelsea, hann er búinn að, það er líka gæji sem að er þarna með honum sem að styður vel við Carrick og það sem hann kannski vil gera. Luis Enrique, nú ert þú Tottenham, nei það mannstu maður fyrir ekki að maður er Tottenham mann. Hvað er spenntið fyrir þar? Bara maður horfði á þetta PSG-lið náttúrulega bara á síðasta tímabili sko og algjör sturlun horfði á það og svo þetta Barcelona-lið, mér finnst Luis Enrique bara líka geggjaður karakter sko. Já, ég sammála því, en ég bara svona með liði skilur, breytingarnir sem þetta gera þá væntanlega í öllum, en þetta lið sem er núna myndi ekki spila eins og PSG í fyrra. Þú veist, þú getur að kaupa eitthvað 3-4 leikmenn skilur, en þú veist. Ég held að sé alveg svona ágætis grunnur þarna fyrir Luis Enrique að mæta inn í sko. Og hann er óhræddur að taka inn unga leikmenn og spila, gefa þeim búa til leikmenn, þú veist, það er það sem hefur vantað til líka. En hvað samt vantar í United til þess að geta fara að spila svo þeir? Er það ekki með fína hafsenda? Já, fína, þú veist, Lisandro Martínez var náttúrulega geggjaður í Luis Enrique bolta sko held ég, en hann klippir sig, já. Já, hann klippir, já. Svo kannski vantar einn hafsend með honum. Vantar. En þú veist, er ekki hann ennþá hollenski, hvað heitir það? Já, er hann ekki hann ennþá? Já, jú. Já, þú skilur hann verið kannski meiddur núna. Hann er bara meiddur núna. Já, kannski fyrir næsta. Vantar held ég klárlega alveg einn miðjumann. Þú veist, með Kobbie Mainoo, með Bruno Fernandes. Vantar einn, kannski svona djúpan. Þetta Casemiro dettur út. Þú ert með alveg kantmennina í þetta held ég sko. Með Mbeumo, Cunha, Amad Diallo, vantar kannski. Ég held að Cunha til dæmis geti verið bara frábær í Cunha geti verið geggjaður. Á miðju 3 sko. Já, veist, einmitt, þú veist, í einhverju frjálsu flæði hana sko, þú veist. Vantar kannski einn kantmann í viðbót. Eitthvað, þú ert alltaf með í PSG með Ousmane Dembele og Kvaratskhelia sem eru bestu kantmennum í heimi. Barcola og Doué. Já, Barcola og Doué líka sko, þannig að það vantar alveg í það. Þannig að ef Enrique tekur við þessu, það vantar alveg, þá þyrfti United að kaupa 4-5 leikmenn næsta sumar sko. Ég held þú fengi líka smá, svona öðruvísi ástríðu. Hann er, þú veist, Enrique er svona, hann gæti kveikt aðeins meira í, held ég, að hann er með svona orku sem að minnir, þú veist, eins og fyrir mig svona gæti komið þarna inn með þannig látum eins og Jürgen Klopp gerði, það er ekki til að taka það sama, heldur bara hann, sko, eftir að hann fór aftur í þjálfurina, eftir að misti dóttur sína á þetta, hann breyttist. Horfði viðtal við hann þarna, hann sem er að tala þetta allt saman, hann sagði, þú veist, það breytti mig bara sem mannesku. Og það sést alveg, hann er að prófa alls konar nýtt og er bara labbandi á tánum, einhverjum jarðtengingum og eitthvað svona og er svolítið að segja hlutina á þess að hugsa stuðar hinn og þessa PSG reyndi allt. Sástu þegar hann tók Mbappé? Já, akkurat, hann er óhræddur, hann tekur þessa gæja og tekur það til, svo bara eins og segja, PSG reyndi þetta með Messi, Mbappé og Neymar, gekk ekki, hann ruslaði þessu gæjum út með fullri virðingu fyrir þessum leikmönnum og tók deildina, meistaradeildina, bikarinn og allt setti sko. Og ekki gleyma
Supercup. Og ekki glemma Supercup. Það sem var svona rúsínan í gamla góða pulsu endan. Þannig að þessi ástæðan var einu tímabili, hann verði að klára Já. titilinn, sko. Þannig að já, þú veist, ef ég væri United maður, þá myndi ég myndi velja með þessar ámyndi tæki Enrique en kannski Carrick bara með honum. Já, ég er allavega núna, þá er ég 1 Enrique, 2 Carrick og 3 Nagelsmann, sko. Ég held ég myndi ekki úr frá Nagelsmann. Er hann ekki fastur í 3-4-3 líka? Já. Smá. Ég held að sé meira flexible, sko. Það er bara alveg komið ljós hvernig hann verður þá ef hann kemur í enskuðina, hann er bara ekki með einhverja svakalega reynslu. Nei, líka bara, ég held að það er svona karakter sem myndi stuða allir þessar meistara hana sem er í kringu hann á Gary Neville og allir þessar. Hann gerir það hjá Bayern München heldur betur. Svo er alltaf bara spurning hvað gæðin með hárið, hvernig hann sko passar í þetta allt sem er búið að ræða af hann næsta þjálfara. Hvern hann vill fá? Hann þarf að hafa eitthvað vægi. Hann fær áfram að græða sínar milljónir eftir þetta jafntefli móti West Ham. En það er rosalega mikilvægt fyrir United að klára meistaraldarsætið. Já, og mér finnst þeir helviti líklegir eins og staðan í dag, en þeir eru náttúrulega ekki í neinum öðrum keppnum. Það getur stór leikur í byrjun maí þegar Liverpool kemur á Old Trafford, sko. Já, það verður rosalega. Það væri gaman ef það væri eitthvað. Og nú bara tekur Michael Carrick við hérna þegar okkar besti Amorim er farinn sem er alltaf bara Væru til að fá hann í tóttum? Ég hef aldrei séð, svona jafnvel vonbrigði með gæ, ég held að hann er geggjaður þjálfari. Ég held að hann er bara myndi taka maður bara alveg. Hverju hélstu það? Bara eins og ég held með Tottenham. Ég bara trúi, skil, ég bara trúi blind. Það er ákveðin ára yfir Það er Amorim. eitthvað svona stemming og ég bara ok, þetta er bara eitthvað gæi og ég fílaði hann og svona. Svo bara sá maður hann bara svona minka. En svo kemur eitthvað gæi, bara finnir Michael Carrick, skilur, bara klæði sig í jakkaföt. En Michael Carrick var frábær leikmaður. Nei, ég er ekki að segja það, en hann kemur þarna og tekur við liðið sem er bara, þú veist, í dánum, bara allt þetta ömulegt og allir meðan að safna hári og eitthvað. Kemur í meistaradeildina. Væri ekki pínu weird þá að láta hann ekki fá starfið? Ég veit, það er bara einhvern veginn. Er það ekki frekar góður árangur? En það er svolítið eftir kannski bara líka, þú veist, í hvaða átt ætlar United að fara. Þú veist, hvað vilja þeir gera? Varandi bara einhverja framtíð, þeir þurfa líka kannski að vera með einhvern strúktúr sem að snýða því og ég meina, Carrick ætti alveg að fitta þær inn, en svo er það hitt, þú veist, er hann þú veist, eitthvað nægilega alltaf tala um einhver stór nöfn, sko, en það ekki bara líka þarf það að vera eitthvað stór nöfn? Nei, United eru svo uppfylltir sjálfum sér að þeir halda, þú veist, það er svolítið langt síðan þeir unnu stóran titil sem meistaraldin eða deildin og tókur FA-bikarinn hérna 2 árum. Því miður er hann FA-bikarinn orðin bara miklu minni með hverju árinu, því miður. Hann gefur þér ekki sama vægi og hann gerði fyrir 15 árum, sko, eða þú veist, það er bara mín skoðun að varandi það, en auðvitað er það titill, ég er ekki að segja það, en þessi tveir, þú veist, enska úrvalsdeildin og meistaraldin eru titlarnir sem þessi lið, Liverpool, Manchester City, United, Arsenal, þú veist, Chelsea, þú veist, þetta eru titlarnir sem þessi lið vilja vinna. Þetta væri til að fá Carrick í Tottenham meðan hann tekur ekki við? Ég myndi keyra hann sjálfur, bara sækja hann. En er það ekki bara Heldur hann myndi þykja það? Hann? Já. Ég held ekki. Bara heila satt, ég held að ég sagði hann bara ef hann er með sjálfsvirðingu þá, maður kennst það í þá, ef hann er með enga sjálfsvirðingu þá kemur hann í Tottenham. En myndi það þykja að fá fara hjá þér? Já, mér, alls sjálfsögðu, ég fikk að keyra Badda Hall alls landinu, svo það var bara mjög gaman. En nei, ég held að hann væri perfect, en hann er bara, ég held þessi líka bara hillu ofalega fyrir Tottenham. Þannig að fallbaráttan, hinum meginn á töfluna, Tottenham er þar, það er 29 stig, svo stu með Leeds og Brighton, maður svona farin að velta fyrir sem með Hurseler, hvernig það mun ganga í honum, virðir svona aðeins vera að missa þetta. Svo ertu með Nottingham Forest, þannig að West Ham, Burnley og Wolves eru svolítið döðadæmd. Nottingham Forest, það er hvað 4. stjórinn? Þeir voru ákvaðar reka. Þeir eiginlega mættur. Og 18 manna samningu núna. Ég með hvað er ekki, þegar hann var hjá Wolves, þannig að var hann skrifar undir nýjan samning og þeir voru ekki búin að vinna leik. Svo það er engum í þessari. Þetta er bara eins og þetta sé eitthvað svona. Þetta er bara eitthvað fars. Ég skil ekki okkur ráku dæs. Þetta er þinn maður. Já. Heldur betur. Nei, bara. Það bara hendar ákveðið á þessu mómenti. Já. Nei, við erum átt okkur því að Nottingham Forest voru klaufar að klúðra meistaraldarsæti síðasta tímabili. Í dag eru þau bara þarna. Og þeir eru búin að fara í gegnum Postecoglou, Reka Nuno. Postecoglou tekur við. Dice tekur við og reka hann. Og meistari Pereira er mættur. Það er líka bara fyndið með Marin Negis, það finnst engum skemmtilega en honum að reka stjóri í ensku úrvalsdeildinni og hann gerði það svona athyglisvert hvernig hann gerði þetta með Dice, bara kláruðu leikinn hann á móti Wolves 0-0 jafntefli, svo hann bara rekinn hann rétt eftir miðnætti. En þú veist, ef þeir hefði grísað inn á marki, eða grísaði, voru náttúrulega betri í þessu leik, það var ekki rauð. 25 tilraunir eða eitthvað. Þetta er svona tilfinninga,
sýnir líka bara hvað fótboltinn ógeðslega reaksjónir í íþrótt. Bara eitt mark þarna og hann hefði fengið að halda starfinu, sko, og svo bara rekinn þarna, bara yfirlýsing rétt eftir miðnætti. En það líka, þú veist, það sem truflar mig með, þú veist, hryðjuverkamanninn okkar að, ef hann hefði unnið Newcastle, skilur, þú þarft að vera bara mjög slæmur í... Thomas Frank fór líka bara í viðtal eftir Newcastle-leikinn og bara, ég hef bara talað við Egilsson í gær, bara 1000% að ég var allt gjörsanlega brjála á mínum burner-account, sko. Hann er svona mikill Arsenal-maður. Silver member á Emirates. Það er sagan segir, þetta sé... Það er svoleiðis. Rúmor þannig að, hvað heitir hann, CEO-inn okkar sem kom frá Vives, eða eitthvað sem kom frá Arsenal, já. Hann er alltaf Arsenal CEO-inn, meðan að, alls konar hluti gengur þar. Fáum Thomas Frank líka, og þetta sé bara inside job, sko. Þetta er ótrúlegt, því líka bara, maður sé lið oft, sko, sem, ég voru að tala allt þetta, augljóst mál, þessi þjálfari, hann er frábær þjálfari. Hann gera frábær hluti fyrir Arsenal, þetta er búið eða fullt af peningum og bla bla bla, en það er eða fullt af peningum líka og gera ekki raskat, sko. Já, bara, akkurat, en þú veist, þarna ertu með gæja sem bara, var það þessi leikur, skilur, eins og hjá Dice, var það 0-0, þetta er bara þvæl. Það lítur þannig út, það var ekkert annars sem þessi getur greina, leikur, sko. þetta er bara svo stúpid. Þú veist, eins og ef hann hefði tekið Newcastle bara 5-0 bara, heyrðu, bara geggjaður, er það allt í góði á tóttina? Nei, það er sama þvarið, sko. Svo líka sækja einhverja framherja, Luka er mættur, með einhverja 6-7 framherja á launaskráðu sér. Kosta allir jafn mikið, ég held að Forrest fari niður á þessu liðum. Ég vona það samt ekki, ég hef gaman á Forrest, sko. Já, aðdáendur ítalska boltanum hlóðu að Luka mætti, sko. Já, í rauninni, sko. En Forrest, þetta er náttúrulega mjög skrautlegur klúbbur, fjórði stjórinn á þessu tímabili, Vitor Pereira. Skildi Wolves náttúrulega eftir í smá rugli, hann náði náttúrulega að bjarga hann á síðasta tímabili. Þetta er bara svona ráðning Marinakis með tenginguna í Olympiakos og hann var að þjálfa þar eitthvað með hann, hringir í hann og fær 18 manna samning þarna. Af hverju gera 18 manna? Af hverju gerir ekki bara, klárum tímabilið og setja niður? Fá hann Ígor Tudor. Það elskar að borga eitthvað laun sem þú átt ekki skilja þegar búið að reka. Þetta er bara, hann er að borga Nuno, kannski ekki Nuno. Nei, Nuno er alltaf komið inn, já. Postecoglou, núna Dice. Postecoglou, hann er bara grænjandi hlátri, sko. Ég var nú samt í svona klubb fyrir ekki mörgum árum síðan sem að rak 3 þjálfara á einu tímabili, sko. Og það er hrikalega erfitt, sko. Ég myndi með það, sko. Og það er, ég veist að einhvern veginn með hverju nýri ráðningun, þá var það ekkert betra, sko. Auðvitað þarfstu kannski að reka þann fyrsta, en þú veist þarft að reka þann með 2 líka, þú veist. Megasöngum, vondin að venst, þetta er ekki þannig dæmi. Nei, ég meina, Pochettino var reikinn 2019 á tóttina, ég meina, ég fór að grenja, skilur, ég bara grét. Þú ert ennþá grenjandi, 7 árum setna. Út á öðrum ástæðum, en ekki út af þessu, en ég bara svo hann setti skilabót til liðsins, það mátti ekki þetta lið, hann var vísað að vella. Já, það er ekki lagi, já. Nei. Svona í lokin, hann langar maður að taka smá hraðaspurningar á ykkur en árum kannski fyrir þangað FA-bikarinn náttúrulega spilaður helgina eitthvað sem ykkur fannst áhugavert, mér fannst kannski mest áhugavert í þessu að Mansfield, þeir tóku Burnley á útivelli. Unnu er ekki úrvalsdeildin líka? Unnu Crystal Palace. Ég horfði á þann leik á BBC, það var... Macclesfield var Crystal Palace. Svipað nafn, en þetta er svolítið óvænt. Rúni var meðalið, ekki? Jú. Það er náttúrulega leikur í kvöld, Hákon Rafn á móti bróður Rúni. Já, það er alveg leikur með þessu. Macclesfield Brentford, það er þarna... Ég held að þetta verði bara Liverpool, Arsenal eða City, þessi 3 lið fara í úrslitaleikinn. Eftir að vilja datt út, þá kannski... Það komið mest orð þetta þessi tæklingi markmanni, ég verði að bara fyrir henni... Það er rautt spjald. Já, það ekki. Ég held að sé... Það eru 2 varnarmenn fyrir aftan. Er það bara þannig markmaður? Það er ekki bara því að hann reyndi ekki við boltan. Já, ég held að þetta karlspark á lofti á gaur og þá held ég... Ég meina við Arsenal-menn höfum fengið mörg svona umdeildur rauð spjöld, sko, og við höfum alltaf verið með einhverjar svona kenningar. Það var alltaf nóga fólki sem er með einhverjar útskýringar. Það er bara rautt spjald bara út af heimsku, sko. Já, ég líka alltaf vanið ævintýralegt. Það er alltaf rautt spjald í hverju leikjum. Hann hefði ekki það skorað í næsta, sko. Algjörlega. Stærstu úrslitin í þess að Mansfield vinnur Burnley og svo náttúrulega Newcastle klárar Aston Villa útivelli og Liverpool og Arsenal fljúga þarna áfram. Það er þarna og City tekur Salford. Það er kannski áhugavert hvernig það fer næst, kannski helst. Já, fær ekki Arsenal eitthvað þægilegan drátt á heimavelli bara og... Það er City. City fór Macclesfield. Já, það er svona þannig líka, já. Þeir voru komið frá Exeter og Salford. Erfið leið. Já. Og hvað er Arsenal búið að fá Portsmouth og... Portsmouth, það var hörkuleikur. Hörkuleikur þar. Það var 3 mörk eftir hot. Tökum smá hraðaspurningar, tökum bara hringir hérna. Ég er búinn að tók nokkrar spurningar. Byrjum bara þér, Arsenal eða Man City, hvor tekur deildina? City. Einar, hvað segir þú? Arsenal.
Og Maggi? City. City. Ég er City líka. Það er fróðlegt að sjá sko, ef að fer svona hvort þið talið að hérna Arsenal hefur klúðrað þessu eða hvort þið hafi regnað með þessu. Ég skal segja núna, ég get alveg sagt það bara að Arsenal klúðraði þessu. Já, ég líka. Það ekki? Jú, ég Hvernig klúður? Þarna, Nei, en það sem ekki klúður ekki klúður, ef við horfum bara á Arsenal og City, menna þau eru bæði í sömu stöðu. Já, Þau algjörlega. geta unnið alla titla. Þannig að, þú veist, það mun detta á smáatriðunum, það mun detta á Algjörlega, sko. dómgæslunni og litlu hlutunum, þannig að Það sittir hann að fá dómgæslu með svona, það er ekki það er ekki nýtt. Það er ekki nýtt. Það er ekki Nei. nýtt. Þannig að það lið sem verður heppnara með Já. dómgæslu gæti Og það veltur allt á því. átt Sagan segir mér að Já. það verða þeir bláu held ég því Miður. fyrir Arsenal, já. Ég held að janúargluggan minni skipta sköpum í lokin. Já, ég er hræddur um það. Það hafi kostað okkur svolítið að Þarna meistaraldasæti, bókum Arsenal, City og Aston Villa í meistaraldasæti eins og staðan núna. Hvaða tvö lið fara líka? United og Liverpool. Já, Liverpool, klálega. Já, United og Liverpool. Er sammála Já, því? United Liverpool. Það verður Liverpool vinnur mestaldina, þannig að það verður Það verða 6 lið. Nei. Hreinskilsvar United Liverpool. Já, ég er sammála því. Það væri svona gaman frá Brentford. Já, samt ekki. Það er út af tengjunum Thomas Frank. Chelsea eru ekki þar. Þetta, jafntefli við Leeds og eitthvað Já. svona. Ég held líka sér úr sinnu Þeir eru ekki nú solid. Þeir eru með hann að Casado sem er alveg trilltur hann á miðunum og þetta er ekki Hann og Romero verið geggjað saman í Já. liðinu þær. En það er Hann er svo eitthvað oft við hann að gæja. Já. Fóli ekki orð orra einhvern veginn, en það er eitthvað bara svona, ég fæ eitthvað svona, þessi gæri ekki alveg með þetta. Ég veit það ekki alveg. Ok, mér finnst þetta frábær en hann er svolítið vantildur. Nei, ég er það Liam Rosenio. Já, ég er að segja sko Casado er frábær Já, já, en hann já. er bara svo óstabil. Já. Maður veit ekki, þú veist, hann geti bara teklaði mjöðmuna á eftir sko. Miðverðinir verða með falli. Já. Þeir eru með Glemdi slaka. náttúrulega að ræða þetta annað mark sem Chelsea fekk á sig á móti Leeds þannig dag. Það var bara flott það í. Sáu þið það? Já, bara, ég meina, miðverðinir og þessi hann í kring þeir. Já. Þetta er Og markmaðurinn, þú veist, þetta er Já. rosalega dýrt þarna, þessi tenging er dýr. bara með ótrúlega sem séð. Carrick, rétti maðurinn fyrir Manchester United, já eða nei? Ég er bara 100% já. Það væri bara galið að ráða hann ekki. Ég held að hann geti verið rétt maður, já. Ég sá hana og ég held að sé bara mjög gott fyrir United að vera með kannski down to earth einstakling þarna líka Já. bara í Sammála. með Steve Holland með sér. Viðkunnulegu gaur bara, Já. hefur virðingu leikmannana, þetta bara get ekki verið meiri, bara, Vil ekki United menn hafa menn með kragan upp á hlélinni? akkurat. Þetta þú pantaður þessu spurningu, getur Tottenham fallið? 100% og ég myndi segja að við verðum í fallborti þangað til á síðasta dag. Því miður, ég held að það er staðan. Þetta er engin svartsýni mér, ég held bara við erum einni umferð, við töpum út Arsenal, West Ham vinnur sinn leik, þá eru 3 stig. Ef við erum fyrirgefið, þá eru 5 stig. Hverju Vestam á næsta leik? Það er ekkert, ég held ykkur útileikur reyndar en. Tottenham getur ekki Vest Ham á Bournemouth heima í Ég næsta ætla- leik. já. Það getur verið stórhættulegt. Já, en ég bara, við töpum út Arsenal, en það er þessi leikir á móti þessu liðum kring, málið þessi lið eru vönusu, þau þekkja þessar aðstæður, við erum með leikmenn sem Þeir verið náttúrulega öðrum reynslu En frá þú fyrra. er að mæta. Já, en sko, Tútorinn er mættur. ef við tökum kaltann út úr þessu, því annars kýli ég ykkur, en án grínsan, sko, með liðið sem hefur, þetta eru súkulæðistrákar sem eru vanið því þessi kósi að vera í 5. til 7. sæti og þá faru nýja samning, en þeir hafa aldrei áður verið í 17. til 18. sæti í ykkur alveg baráttu og ég hef gríðarlega ráðgjörð því, það er bæjar sagt, sko. Þarna Einar, heldur að Tottenham geti fallið það? Nei, ég held að það verður bara þessi 3 næstu lið núna sem falla sko. Ég er að vona Nei. Leeds að hangi uppið líka. Ég held að Forrest fari niður. Já. Bara ómikið kaos og ómikið rugl. Það væri bara... Ás verður þá meira hjá þeim heldur en Þú veist, það er miklu meira hjá náttúrulega fórhaldur en að Tottenham. með 16 leikmenn með þetta og Það væri bara svo áhugavert hvað gerist ef Tottenham fellur. Að þú ert með þessar leikmenn með Romero, Van de Ven, James Maddison, þú veist, hvað gerist við alla þessi gæða? Sko, þú nefndir 2 af það sem verða 100% ekki Tottenham næsta haust, það er alveg 100%. Romero og Van de Ven eru brjálaðir og ég skil það vel. Romero er búinn að, hann er bara búinn að segja þetta án þess að segja það, hann tók þetta Hann hann er ekki samt alltaf ákveðinn- að fá rauðspjöld. En er hann ekki ákveðinn hryðjuverkamaður í þessu liði? Þú þekki, þú spila með svona fólki, mönnum sem eru með tilfinningar og nei, hann er bara tilfinningaver og hann fyrir beint þetta leikmundaginn og kannski segir aðeins svo mikið. Gæðin er bara í tómi tjón. Hann Ofmetinn. er heimsmeistari í fótbolta og að mínum mati er þetta einn besti leikmann sem við spilar Tottenham í vörninni í langa Hann samt tíma. flaskaði til með þessu Liverpool-leiknum þar sem hann fekk rauðspjald þegar mómenti var svo gjörsalega með Tottenham sko. United-leiknum. En Liverpool. En þú segir heimsmyndir. Manstu ykkur skoraði sigurmarkið úr vítaspyrnu fyrir Argentínu? Nei, það var einhver Argentínumaður. Akkurat. En Þannig að það eru margir heimsmeistrar sko. En Nei, Romero er búinn að vera doing an inside job. Já. Hjá
Hjá Tottenham á tímabilið, hann er kannski, kannski komin frá Arsenal, en hérna, ég er að segja, þeir verða hvort þeir ekki, þannig að hvort við föllum ekki, þá held ég að fari mjög margir á Tottenham í sumar og þá þarf að byggja þetta allt upp frá grunni, sko. En að ferðina? Já, ég meina, þú veist, það er... Þetta er góða hraðspurningar. Já, þetta eru góða hraðspurningar. Þannig að þetta síðasta tímabil Arne Slott með Liverpool? Þetta? Ég vona ekki fyrir Liverpool, ég held að sé bara bókslega flóki tímabil fyrir hann til þess að díla við og ég held að sé bara ekkit ómikið rætt um það, þetta er bara mikið áföllum og erfitt tímabil fyrir hann, ég held að sé bara, þú verður meistari og ert ekki alveg búin að eiga besta tímabil núna en mér myndi skrítið að reyka nema að væri einhver, Xabi Alonso myndi ég skilja, annar myndi ég ekki. Ég held að það sé málið, Xabi Alonso, ef ekki þá er bara að halda sig við hann. Maggi? Já, ég er bara rosalega lítið að trúa á honum, hann er lélegur í viðtölum fyrir og eftir leiki, hann er að tala um gamla leiki, hann er farin að gera lítið úr Klopp, bara burt, sko. Ég vona þetta sé ekki hans síðasta tímabil, ég held ekki. Hérna er ein góð hraðspurning líka, ef við fengir að stela einum leikmann úr öðru liði enska, hvern myndir þú taka? 12 leikmannum mennurinn. Wow, shit, þetta er spurning maður. Þetta mun orka tímalið sem ég er að segja núna. Ég myndi líka Bruno Fernandes. Já. Ég held að hann sé það geðbilaður að það væri alveg æðislegt að hafa hann í Tottenham. Við ætlum hann, það var bara á sínum tíma, það var 50-50 eitthvað svona umræðum stund að hann var að fælla Tottenham. Ég held að hann var alveg frábær í Tottenham. Ekki obvious að segja bara Erling Haaland. Já. Hvernig væri hann í Tottenham? Það var bara engin þjónusta og 0 mörk. Já, menna ég held að, þú veist, það getur rosalega margir. Það væri náttúrulega sturlaður, það væri náttúrulega alveg sturlað, sko. Ég tæki Rodri fyrir meiðslin, en núna tæki ég... Casemiro. Nei. Ekki Casemiro. En Saka? Ég held að mín fjölskylda er ekkert ánægð það sem ég mun segja, en ég tæki Declan Rice í milli. Já. Ekki Romero. Fjölskylda er nósögt við það. Já, það er ýmis nöfn sem hann gengur undir þar. Já, ég er sammála. Ég er hrifinn af honum, Ég myndi alltaf taka Declan Rice í United, það væri algjörlega... Það væri fullkominn í Liverpool, fengi ást og... Hann er náttúrulega fullkominn í Arsenal líka, sko. Já, Declan Rice er hann ekki bara leikmaður ársins hingað til? Já, í Arsenal-liðinu, já. Þú veist... Bara deildin allri. Pást ekki, þú rætti fór hann að... Ok, er ykkur leikmaður með City, getur þú tekið bara Haaland sem bestan? Bara hann er búinn að skora, þú veist... Já, ég meina, vorum að tala um aðan að Arsenal væri ekki með þess að hennan topp 3 leikmann sem skora bara þegar, þú veist, hann væri það... Ég get ekki sagt bara hér og nú, þetta er besti leikmann í deildinni. Nei, ég reyndar ekki, sko, en... Ég myndi þurfa að fara í eitthvað, það væri sennilega helvítist Declan Rice. Já. Það er umöðulegt að vera að segja það. Hérna er svo einn áhugaverð í lokin, hver er næsti Íslendingurinn í enska og hvaða lið myndið þið setja hann í? Það er náttúrulega bara, þetta er svona handrit sem ég er búið að skrifa í hlaðvörpum landsins undanfarin ár en bara Hákon Haralds í Tottenham en þú veist, það er bara svo mikið klísja, sko. En ég var rosalega að sjá hann í Premier League, ég held að hann væri ógeðslega góður og Lille virðist vera on the road to nowhere, sko, þannig að það væri bara frábært fyrir að fara núna í sumar, sko. Hérna er þetta svo... Já, ég verður að segja eitthvað annað en þú. Hákon Haralds í Arsenal. Hvað það er í Tottenham? Já, ég hefði búið að vera að tala með þetta í marga mánuði, svona hann fer ekkert nú í Tottenham. Hann fer ekki í Brentford? Það er í Premier League, ekki Championship, þú vilt ekki tala um það. Já, nei, ég, veist, Orri þarf nú að koma sér burtu frá Sociedad eða ekki? Jú. Gæti hann ekki farið þegar Brentford selur... Viltu bara frá Tottenham? Brentford selur Igor Thiago, viltu sjá hann þar? Gæti hann ekki komið þar inn? Já. Ég bara fá góða leikmenn í Tottenham, það er sniðul. En Orri og Hákon eru þeir 1-2 sem að eiga raunhafa möguleika. Gæti Elias Arab í eitthvað lið? Hann er bara dúllir í skall, sko. Þetta er 1-2 sem að í dag tilbúnir, þannig að ég ætla að setja, ég held að Orri gæti verið flottur í Newcastle. Já, það væri svona 9 í Newcastle. Ég held að verið fínt fitt. Það er enda, undir nýjum þjálfara. Ég er að vera svolítið spenntur, strax núna bara, þetta var... Nýjum þjálfari og Orri, hann skoraði á Bernabéu helgina, það var enda ránstæður, en... Albert Guðmundsson, gæti hann ekki... Nei. Veist, kannski hentar ekki alveg... Aston Villa. Aston Villa. Það er mjög vel sett, sko.
Já, Orri Steinn, Hákon Arnar væri heldur báðir frábærir í Premier League, væri geggjað þar. Logi Tómasson getur náttúrulega líka farið í Tottenham. Logi Tómasson náttúrulega bara á að vera í Premier League og ég veit ekki hvað hann er að gera. Myndi Logi Tómasson ekki bara taka yfir Premier League bara utanvallar ef hann færið þangað? Jú, ég meina, tónlistaferðli myndi líka rjúku. Já, Keep sáum það. on shining. Það er eitthvað vissla. Já, sérstaklega ef Ígor Tútur, hann er að spila 3-5-2 eða ekki? Já, fara hann Loga Smell Tómas. passaði verið í Loga. Já. Ég sendi það á Tútorinn. Logi Tómas í vinstri vangbakur hjá Spurs. Já, ég myndi ekki hafa það í einu sekundu, sko. Næsta umferð í Premier League núna helgina, það er náttúrulega aðaleikurinn Tottenham Arsenal, eins og við tölum á hann. Þetta gæti orðið svolítið lokaður leikur. Já, höttist þú ekki að lýsa saman tíma? Jú, Einhverjum leik í Lengjubikarnum? Við erum með leik. Þú ert að þjálfa á sama tíma. Nei, Aron Löfden. Þessi leikur á sunnudaginn. Þessi leikur á sunnudaginn. Sunnudaginn klukkan 16:30. Jú, ég er mjög líklega með einhvern leik þá til þess að lýsa. Já. Ég hef hann Nei, svona eins og ég sagði á hann, þetta verður örugglega svolítið leiðilegur leikur, Þetta sko. lýsa á live eða ekki? Jú, live. Já. Bara koma það Ég minnir samt fólk alltaf á því upp á útsendingar, það má mjúta mig að við nennir glísa. Það er frjálst, sko. Þetta verður áhugaverð umferð. Manchester United mætir Everton á útivelli, ný sigurganga fer á stað þar væntanlega. Svo Liverpool Nottingham Forest, fyrsti leikurinn hjá Vítor Pereira. Nottingham on the bounce er ekkert ekki. Já, Ég ætla að fá- bæði liðin að fá hennan new manager bounce. Já, hérna. í sama leiknum. En sko, ég ætla að fá, þetta var að tvita um því búkmarka það sem sagði þetta með Everton, bounce, tapið þarna, sem er búin að ákveða. Ég held að Moisey verði ekki... Hann tekur enga fanga í þetta. Munum hvernig fyrirleikurinn var á Old Trafford. Þetta verður 2-1 fyrir Everton. Staðfest. Spurning hvernig þetta fer. Við fáum líka leik í miðri viku, Wolves Arsenal á Mólinu. Herru, býttu, hann hvað miðvikudaginn? Já, miðvikudaginn. Alvöru Gæti prógram verið trikki leikur. Ekkert smá erfitt prógram sem minn með, það bara leikur bara annað hver dag nánast. Já, þetta verður sakalegt. Við áttum gott heita hérna, nema við viljum bæta ykkur við. Ígor Tudor at the wheel. Bara Guð blessi. Guð blessi Tottenham. Ígor Tútor á einhjólinu, hann verður flottur. Hötta og Hjamma og félaga. Já, Þetta verður sakalegt. Og ekki glemma Bó Ágústinni. Og Bó Ágústinni og litlu flugvélinni og öllum þessum Við erum í það, við erum í það. Já, bara þökkum fyrir okkur hérna og já, bara takk fyrir að horfa og takk fyrir að hlusta. Vinka eða?